Já, komið sæl. Ef við byrjum á að skoða stöðu veðurkerfa þá höfum við þessa víðáttu miklu hæð hérna fyrir sunnanland og síðan hérna lægð yfir Evrópu sem er svona að færa sig hérna norður á bóginn og grafa sig hérna niður í Norðursjóinn og hún kemur til með að beina til okkar norðlægum áttum og það verður ansi svona köld norðanáttin sem að streymir hérna suður á bóginn núna næstu dagana. Og síðan gengur þetta nú reynda niður og á sunnudeginum að þá nú gert ráð fyrir að við verðum með hæðarsvæði eða laugardagssunnudag með hæðarsvæði við landinu en það er úrkomusvæði sem býður hérna við Grænland sem ætlar að koma til okkar seint á sunnudeginum. Ef við lítum á hitasviðið að þá erum við í svona mildu lofti hérna frá þessari hæð en nú er hæðin að gefa eftir og kaldur loftmassi streymir hérna norður á bóginn og við munum því sjá kalt loft hjá okkur næstu daga og það fer væntanlega að frysta á hálendi og jafnvel á láglendi norðanlands einnig. Og ef við lítum á stöðuna næsta sólarhringinn þá sjáum við hérna í nótt hvernig norðanáttin er svona að byrja að taka við sér þegar að líður á nóttina og verður hann ansi ákveðin í fyrramálið og þetta þýðir það að það kólnar og verður svona þungbúið landið norðanvert. Það má gera ráð fyrir því að það verði svona skúraloft og jafnvel rigning og hugsanlega slydduél einnig allavega svona til fjalla á morgun. Aftur á móti sunnan- og vestanvert landið ætti nú að verða nokkuð þurrt og bjart en þó nú svona blikur á lofti með að það geti myndast hérna ansi miklar skúraloft hérna við suðurströndina seinni partinn og geti orðið nokkuð góða dempur. En að hlýjast verður nú væntanlega hérna á suðvesturhorninu þar sem að hitinn geti farið upp í 14-15 stig en annars verður svalt hjá okkur hitatölurnar víða í kringum 5-6 stigin og þá sérstaklega kannski hérna á norðausturhorninu þar sem verður einnig svona mesta úrkoman. Nú síðan á föstudeginum að þá verður þessi norðanátt svona komin fullur kraftur á hana og má gera ráð fyrir að verði ansi stífur vindur hérna allra austast og ef að þessi strengur nær að koma eitthvað hérna inn á landi sem að svona spár eru nú svona að gefa í skyn að gæti orðið að þá gæti alveg orðið svona hvassviðri hérna tíma og ekki bætir í skák að það er kalt hitatölur hérna ekki nema rétt yfir frostmarki og við gætum verið að sjá slyddu og snjókomi hérna til fjalla. Aftur á móti svona sunnan- og vestanvert landið ætti nú að verða mun betra veður, vindur verður svona minni og talsvert bjartara. Nú síðan áfram á laugardeginum að þá gengur þessi norðanátt niður og svona veður fer að verða allt mun skaplegra. Það verður að vísa áfram ansi svalt hérna norðanvert landið en aftur á móti heldur hlýra hérna sunnan til og þar sem að hitatölur eru svona ná tveggjastafa tölum hérna þar sem verða hæstar en annars er svona almennt áfram svalt á landinu. Nú síðan á sunnudeginum að þá fer veður að breytast hjá okkur, þá fer vindur að snúast til suðlægrar áttar og það eru þarna skil sem eru að nálgast okkur úr vestri og þá fer nú að þykna upp hérna landið sunnan- og vestanvert en aftur á móti léttir til norðanlands og við sjáum að hitatölur eru á uppleið farnir svona nálgast tveggjastafa tölurnar og síðan svona þegar að líður á daginn þá eru spára að gera ráð fyrir því að það fari að rigna hérna sunnan- og vestanvert landið allavega svona á sunnudagskvöldið og síðan á mánudeginum einnig. En á morgun verður sem sagt ákveðin norðaustanátt hjá okkur og það verður svona úrkomusamt hérna landið norðan og austanvert og við getum jafnvel verið að sjá einhver slydduél en sunnan og vestan til ætti að verða þurrara og bjartara en þó nú gert ráð fyrir skúraleiðingum hérna landið sunnanvert. En við skulum láta þetta duga að vera í bili. Verið sæl.